enn einn vegabréf. Komið sæl, við sjáum hér túrmynd sem var tekin af landinu hádegisbil í dag og við sjáum að þarna skýjahula sem í raun og veru þoka mjög víða við vestanvert landið, bæði hér við Reykjanes og inn á höfuðborgarsvæðinu og síðan kringum Snæfellsnes og á Breiðafirði og sunnanverðum Vestfjörðum. Svo var líka svolítið þétt þoka við suðausturströndina allavega á tímabili í morgun. Hiti náði sér vel á strik á landinu, það var 22 stiga hiti bæði á Hallormsstað og á Grímsstöðum og Fjöllum og hiti fór í tæpar 23 gráður í Húsafelli í dag. Þannig að þessu var svona heldur jafn skiptara núna í dag heldur en kannski síðustu daga. En á yfirlitskortinu sjáum við að það hæð ennþá hér norðaustur af landinu. Hún svo sem hörfir aðeins til norðausturs en hefur samt áhrif á veðri hjá okkur. Lægðirnar eru ennþá langt suður af landi og ganga að mestuleyti yfir Bretlandseyjar en það verður kannski eitthvað smá skúraloft yfir landinu öllu svona síðdegis á morgun og síðdegis á sunnudag. En við erum ennþá í þessu milda lofti, það mjög langt í kalt loft núna og meðan suðlægar áttir eða vestlægar eru í háloftunum og þá svona fáum við áframhald af þessu hlýja lofti og ekki annað að sjá en að það verði hlýrra en oft áður eða hlýrra en í meðalári allavega næstu viku og jafnvel vikuna þar á eftir líka. Ef við skoðum skýjahaulisspána þá sjáum við að það þetta þokuloft í kringum landið, þetta mjög algengt í þessum svona hæð og hlýju lofti. Og það má alveg búast við því að skyggni verði lítið til sjós allavega alla næstu daga en síðan svona komið og færi þessi skýjahula yfir við ströndina en það verður væntanlega aðeins skára skyggnið allavega að deginum inn til landsins og miðhálendinu en þokan getur síðan lagst yfir þegar kólnar að kvöldi til. En á morgun útlit fyrir norðlæga eða breytilega átt á landinu. Í fyrramálið verður hitinn þetta svona 9 til 15 stig og hlýjast líklega á þessum stöðum sem við höfum nú séð undanfarið, bæði á Akureyri og eins á Egilsstöðum. Heldur svalara í þokuloftinu við vestur ströndina en það gæti nú alveg bráð af því þegar líða tekur á daginn. Eins og ég sagði áðan þá þokuloft allt í kringum landið og ekkert ólíklegt að þokan svona ná aðeins inn á annað sinn en þar sem hún nær sér ekki á strik að það ætti hiti að verða bara alveg þokkalegur en líklega verður hlýjast á miðhálendinu og örugglega fallegur dagur til þess að vera á kili á morgun. En ef við skoðum síðan sunnudaginn að þá svo sem ekki mikla breytingar í kortunum, það kannski heldur minni hiti heldur en oft áður og líklega stafar það því að skýjahulan verður svona heldur þéttari þá en dagana á undan en annars bara hægbreytilega átt og fínasta útivistarveður eða veður til þess að njóta. Á mánudag það áfram norðlæg eða breytilega átt, það svona heldur líklega að verði kannski eitthvað skúralofti yfir landinu austanverðu og suðaustanverðu en ég hugsa að sjáist til sólar í flestum landslutum en við erum svolítið upp á það komin að áttin hætti að vera svona alveg vestlæg hér á vestanverðu landinu og fari þá annarkvort í svona heldur suðlægari eða norðlægari átt og þá ætti skýjahulan að brotna upp og sólin að ná til okkar. Svipað sög að segja þriðjudegi, það svona heldur kannski svalara en verið hefur en þó hiti yfir meðaltali þessa daga líka. En ef við bregðum okkur aðeins til Skandinavíu og síðan til Norður-Evrópu þá nú veðrinu svolítið misskipt þar. Það vatnsveður mikið bæði í Bretlandi og Þýskalandi og Suður-Frakklandi og frekar svalt og blautt í Austur-Evrópu en orðið mjög hlýtt á Spáni og víða við Miðjarðarhaf. Hitabylgjunni í Norður-Ameríku, hún hefur aðeins dvínað og það þrumuveður líklega við Mexíkóflóa syðst og eins við austurströndina en það áfram mjög heitt inn til landsins og inn á sléttunum bæði í Kanada og hluta Norður-Ameríku. En það sem sagt hægbreytileg átt eða norðlæg átt í kortunum hjá okkur á morgun, þokuloft víða við ströndina en bjartviðri inn til landsins og líklega verður hlýjast á miðhálendinu aldrei þessu vant. Verið sæl.